Það Matti, svona jafn og góður fyrri hálfleikur en seinni svona þá tók aðeins fram úr og hvað fannst þér eiginlega breytast í leiknum í seinni hálfleik? Varnarlega ákveðið bara að slökkva í mig þrjöluta. Þeir voru búin að hitta hrikalega vel en mikið af því voru bara opið skot. Að pick and rollum voru að spila við svona veikt hedge eða þá þegar við skiptum og voru ekki að halda mönnunum fyrir frá okkur. Þannig að við lögum það og fórum að hitta eitthvað í smá tíma og þá komumst við fljótt upp í 20 og eftirleikurinn var auðveldur en þetta er hrikalega sprækt fjölnislið og bara gott fjölnislið og það hefur verið erfiðir allan vetur og við vissum það fyrir þannig að við hefum þetta kveikið á okkur hans fyrr en þetta gekk fyrir á annan með það. Það var ekki búist við Kristófinum Jólin en hann svona átti ágæta spretti, svona skokk skulum við segja alltaf þetta. Hvað er að frétta af honum? Hann bara lítur vel út, hann er búinn að vera að æfa alveg slatta og fæði stundum svona smá bakslag þannig að ég held að við séum bara dálítið varkarum með hann. Þurfum ekkert að drífa hann inn núna strax og leyfum honum bara að sjá hvernig þessi leikur fór í hann og við tökum út svona dag fyrir dag held ég. En hann lítur vel út og ég meina hann verður góður eftir einhver tíma svona almennilega, það tekur bara sín tíma. Hvernig finnst þér svona annars liðið vera að slípa sig saman? Krejón, Brilli, þú, Kobbi bróðir? Bara mjög vel. Góð að vita er að við þekktumst eiginlega allir þótt að við séum fjórir að koma nýjir lið og þekktumst við allir vel og svo er þetta bara þannig að það eru alltaf 5 leikmennir og öll sem kunna að spila körfubolta. Þeir eru með hægt basketball IQ og þegar við náum að slipa okkur almennilega saman varnarlega og setja saman lengri tíma að spila góðverk þá verðum við ansi góðir. En við megum ekki leyfa liðum að fá svona sjálfstöðu eins og þau gerði í fyrra líka og það er eitthvað sem þurfum að vinna en hann er að snúa sig við í þriðju og svona bara gert út af í svona 5 mínútur. Alltaf, takk fyrir þetta maður.